Hefðurðu einhvern tíman velt því fyrir þér hvað það þýðir í raun að finna fríð í miðju ringuleiðarinnar? Í lífi okkar sem oft fyllt af áskorunum, óvissu og áföllum spurningin innri styrk meira en aðeins heimspekileg íhugun. Hún lífsnauðsynleg. Öll okkar hæfileika til að takast á við erfiðleika liggur í þeirri menntun sem við veitum sál okkar. En hvað ef við skoðum þessa menntun ekki bara í tengslum við akademískan þroska, heldur einnig sem leið til að innleiða guðlegri visku í okkar daglega líf? Því hefur Ellen G. White, þjón Guðs, veitt okkur dýrmætt innblástur menntun sem grundvöll andlegar þróunar. Menntun fer ekki aðeins fram á skólastofum, heldur í öllu því sem við upplifum og lærum í lífinu. Við kallaðir til að leita að visku í Guðs orði, jafnvel þegar lífið erfitt. Biblían full af boðsköpum visku og þekkingu. Orðskviðirnir segja okkur að viska byggist í hjarta þeirra sem tilber Drottinn. Orðskviðir 1:7. Þessi einfallega en þó djúpa staðreynd vekur okkur til umhugsunar mikilvægi andlerar menntunar. Þegar við leitumst við að öflast meiri þekkingu Guðs vilja, við að styrkja innra líf okkar. Ellen G. White var sannfærð að sálfræðilegur þroski væri óaðskiljanlegur frá andlegri menntun. Hún sagði: Menntunin skal ekki aðeins snúast ytra eðli mannsins, heldur þurfa eftirfarandi krafan á andlegum dýrmætum að vera grundvöllurinn. Hvernig getur þá þessi menntun mótað okkar hugarfar og viðbrögð við áskorunum? Í erfiðum aðstæðum, þegar erfiðleikar lífsins blasa við, vitneskjan Guðs viðvarandi nærveru okkar gífurlegu styrkur. Þegar við leitum að von, fríði og leiðbeiningu, þá verðum við fjótraðir að skynseminni og orðum hans. Mundu að guðleg gildi ekki bara hagnýtt. Þau bjóða upp á djúpa merkingu sem getur leiðað okkur í gegnum myrkur og óvissu. Við þurfum að ætlast til þess að vinna að innri fríði í gegnum bænir, íhugun og andlega viðleitni. Ellen G. White áréttar mikilvægi bænarinnar þegar hún segir að bænin sé ómetanleg miðil sem færir sál fólks nær Guði. Á þessari vegferð okkar getum við fundið staðfestingu í andlegu eðli okkar þegar við jönum okkar líf að því að nýta þessa guðlegu menntun. Með því að þjálfa hugan í anda Guðs verður hugleiðslan okkar veruleikan dýrmætari. Menntun í guðlegum gildum getur veitt okkur verkfæri til að takast á við áskoranir og breyta þeim í tækifæri. Við lærum ekki bara af lífsreynslum, heldur einnig af þessum hugleiðingum sem kveikja á eldi trúarinnar í okkur. Þegar við að byggja upp okkar andlega grunni, getum við staðsett okkur í sölum umhyggju, kærleika og vináttu. Svo, hvernig getum við í raun beitt þessum andlegu gildum í daglegu lífi? Þetta ekki aðeins spurning að kunna til að ræða á guðlegum forsendum, heldur hvernig við sjáum fólkið í kringum okkur. Það ekki nægilegt að tala kærleika, við verðum að búa hann til í verki. Við kölluð til að vera ljós í þessu heimi, að endurspegla guðleg gildi í okkar samskiptum og athöfnum. Þegar líf okkar fyllt af andlegu ljósi, verður okkur ljóst að hver dagur tækifæri til að breyta lífi fólks kringum okkur. Þessi menntun grundvöllur fyrir sterkan áhuga okkar á andlegri framþróun og í kjölfariði fyrir dýrmætt hluti eins og fríð, kærleika og samkennd sem einkenna guðlega leiðsögn. Það okkar skylda að leita að þessu ljósi og leyfa því að flæða til annara í gegnum alla lífsreynslu. Í Biblíunni að finna fjölda tilvísana menntun og visku sem dýrmætir okkur í okkar andlegu vegferð. Síðan í orðskviðum segir: viska byggist í hjarta þeirra sem tilber Drottinn, orðskviðir 1:7. Þessi staðreind vekur upp hugmynd að guðleg menntun sé ekki aðeins mikilvægt ferli, heldur einnig ómissandi þáttur í því að byggja upp skýra, jákvæða sýn á lífið og okkar splæsi í því. Menntun í guðlegri merkingu ekki takmörkuð við þekkingu, heldur snýst hún að skynja dýrmætt gildi og andlega visku sem hjálpar okkur að lifa í samræmi við vilja Guðs. Ellen G. White, innblásinn þjón Guðs, bendir á að andleg menntun sé lykil þáttur í sálrænum þroska. Hún hefur sagt
Að menntunin skal ekki aðeins snúast yrtra eðli mannsins, heldur þurfa eftirfarandi krafa á andlegum dýrmætum að vera grundvöllurinn. Þetta færir okkur að íhuga hvernig við getum innleitt þekkingu guðleg gildi í daglegu lífi okkar. Hvernig erum við að beita þessari visku í raun og veru? Hvernig getum við framkvæmt þá hugmynd að guðleg gildi skuli lifa í okkar athöfnum? Í daglegu lífi getum við velt fyrir okkur hvernig þessi viska birtist. Hvernig mótar kunnusta guðleg gildi vali okkar í aðstæðum? Hvað munum við gera þegar erfiðleikar blasa við okkur? Hvernig munu þessar guðlegu hugsanir hafa áhrif á viðhorf okkar í erfiðleikum? Hugsaðu þegar þú hefur staðið frammi fyrir áskorun, hvort sem í vinnunni, í fjölskyldusambandi eða jafnvel í vináttu. Hvernig hefur þekking á því hvað Guði þykir rétt komið þér að góðum notum? Þegar við lítum tilbaka á erfiðleika erum við oft í stakk búin að sjá að þessi andlega menntun hefur verið grundvöllur fyrir okkar ákvarðanatöku. Hugsaðu einnig hvernig við getum átt í samræðum við aðra þessi guðlegu gildi. Við getum deilt okkar eigin reynslu, en einnig að hlusta á reynslu annara. Hvernig getum við dýrmætt visku fengið að njóta? Það skiptir máli að við séum opnir og viðkvæmir fyrir þörfum þeirra í kringum okkur. Ræð áferð til að aðstofa aðra, í stað þess að dreyma frelsi að lifa okkar eigin lífi eru mikilvægar, vegna þess að þær hjálpa okkur að vaxa. Í því skyni að viðhalda þessum siðfræðilegu gildi í lífi okkar mikilvægt að efla og styrkja sjáva okkur í daglegur iðkun þeirra. Hvernig getum við unnið að þessu? Það í gegnum reglulega bænir, hugleiðingar, lestrar Guðs orðs og að deila hugsunum okkar og skilaboðum með öðrum. Með þessum hætti getur menntun okkar í guðlegum gildum orðið bæði innri styrkur og ytri farvegur fyrir kærleika og þjónustu. Að jákvæðu augnabliki getum við fundið sál þessa guðlega menntunar í samanburði við erfiðari tímabil. Þegar við leitum til Guðs í bæn og íhugun, tökum við tíma til að huga að því guðlega ljósi sem gefur okkur leið. Annað mikilvægt atriði hvernig við berum okkur að í okkar samfélagi. Hvernig skaparum við kringum okkur umhverfi þar sem guðleg gildi fá að blómstra. Þetta ekki bara spurning að lifa samkvæmt okkar eigin gildum, heldur einnig að hafa áhrif á aðra. Þar sem við komum saman í samkomum eins og í kirkju, getum við styrkt hvert annað, deilt reynslum okkar af Guði, byggt upp trú annara og hvatt í þá að halda áfram á þessari vegferð. Íslamskar íhugun einnig mikilvæg. Þegar við hugleiðum á Guðs orði, þá erum við að opna okkur fyrir dýrmætum leiðsögumenn trúarinnar. Við getum ekki aðeins beðið fyrir sjálfum okkur, heldur einnig fyrir umheiminum. Oft boðum við öðrum kærleika, án þess að íhuga hvernig okkar eigin ábyrgð á því að lifa samkvæmt okkar guðlegum kenningum mótar samfundin í heild. Þegar við veitum okkur tíma til að íhuga fórnar, tækifæri til að fella okkur inn í þetta guðlegu samfélag frekar en að fara í aðra átt. Að vinna að því að okkar eigin trú vakni í vitund annara dýrmæt ferð, eins sem gefur þeim styrk, frið og von. Við kölluð til að vera ljós í þessu heimi, að endurspegla guðlegi gildi í okkar samskiptum og athöfnum. Menntunin í guðlegum gildum ekki bara leið til innri fríðar, hún dýrmætt fjarfetting í lífi okkar og annara þar sem hvert okkar skref jafnframt skref í átt að betri heimi. Okkar vegferð að því að kynnast og gefa lífinu merkingu mætir ekki aðeins frumstæðum spurningum okkar, heldur dýrmætum gildum sem leitar okkar að Guði. Þegar við byggjum upp samfélag kærleika, samkennd og sanngirni, getum við verið vissum að ferð okkar verði blessuð, bæði í okkar eigin lífi og í lífi annara. Iðkandi þessara guðlegu gilda okkar mikilvæga ábyrgð, því við vitum að í þessum gildum kannum við að finna aðra stólpara á okkar leið og reynum að gefa heiminn aðeins meiri von. Hvernig getum við þá beitt þessum guðlegu gildum í okkar daglega lífi? Þegar við hugsum hvers vegna við viljum lifa samkvæmt þessum gildum, ekki aðeins fyrir sjálf okkar, heldur einnig fyrir aðra, verðum við að taka mið af því hvernig við hugsum og hegðum okkur í daglegu lífi. Þetta oft ekki auðvelt, því við öll að takast á við eigin erfiðleika, áskoranir og freistingar sem koma í veg fyrir okkur að lifa samkvæmt því sem við vitum að rétt. Til að beita guðlegum gildum í daglegu lífi okkar þurfum við að byrja á sjálfum okkur.
Við þurfum að íhuga hvernig við hugleiðum okkar eigin hugsanir og tilfinningar. Biblían segir okkur í Rómverjabréfinu 12:2: Verið ekki mótaðir eftir þessum heimi, heldur breyttu ykkur með endurnýjun huga ykkar, svo að þið getið prófað hvað sé gott, samþykkt og fullkomið. Þetta er kallið til okkar að breyta því hvernig við nálgumst lífið. Það byrjar allt í hjarta okkar og huga. Þegar við erum meðvituð guðlegu gildin og breytum hugsununum okkar, fer það að endurspeglast í aðgerðum okkar. Í þessu samhengi er mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að vera þáttakendur í samfélaginu okkar. Hvernig réttum við fram hjálparhönd? Hvernig sýnum við verðugleika aðra, sérstaklega þá sem eru í erfiðleikum? Slegið höfuð í skugga okkar kallar á aðgerðir af kærleika. Að matreiða hagnýst úrræði fyrir aðra, hvort sem það í gegnum sjálfboðastarf eða einfaldar daglegar aðgerðir sem getur veitt öðrum innblástur. Mundu að kærleikurinn er ekki bara tilfinning, hann er aðgerð. Kærleikurinn kallar á aðgerðir, hvort sem það að gefa, hvort sem fjarfar eða styðja þá sem eru að glíma við andlegar eða líkamlegar erfileikar. Þetta getur verið einfaldlega að hlusta á einhvern sem þarf að því að halda, gefa aðstoðum á meðan sem aðrar aðgerðir eru. Allan þennan tíma skiptir máli að við séum til staðar, til að hvetja, leiðbeina eða bara vera. Við skulum einnig ekki gleyma því að aðstoðin sem við veitum kemur ekki alltaf til áþreifanlegra úrræða. Stundum það eitthvað einfalt eins og að bjóða hlýja og kærleika í gegnum samtal eða senda meðdóma eða bæn að blaða í gegnum staðlað skrif. Hjálp getur líka verið að biðja fyrir öðrum, kunnu leiðir að sjá lítilatriði eða tekja breytingar. Með því að lífa samkvæmt þessum guðlegu gildum í okkar daglega lífi, lítum við ekki aðeins á hvernig við skynjum okkur sjálf og aðra, heldur einnig á hvernig þetta hefur áhrif á hópinn, okkar fjölskyldu og vinum. Allt þetta kallar á að gerum okkur grein fyrir að allt sem við gerum, í hugsun, orðum eða athögnum, skiptir máli í alheiminu. Því hversu einfalt sem það kann að virðast, getur smá góðgerð verið keðjuverkun mikilvæg. Þegar við leggjum í að reyna að elska, þjónustu og aðstöðu í samfélaginu okkar, verður þetta ekki aðeins einstaklingaferli, heldur einnig hópaferli. Í því ferli gerum við heilagri aðstöðu, gefum til aðra, gefum kærleika og það fyrir byggingu samfélagsins. Þannig veltum við okkur leið til þess að þetta traust, hlefst og rætur þegar kærleikurinn, samkenndin og sanngjarnin eru rætur lífsokkar og venja. Hugsaðu hversu oft þú hefur átt í aðstæðum þar sem þú hefur sér ljósið hækka í vitund fólks þegar þau hafa verið tekin úr myrkrinu. Það getur verið eins einfalt og að setja hendi á axlar, við að leggja sprengjuðu umhyggju hvað sem er. Mjög oft fer kærleikur okkar að skila sér ekki aðeins til þess einstaklings sem við erum að hjálpa, heldur einnig til aðrir í kringum. Að viðhalda þessum siðferðilega gildum kallar einnig á sjálfskoðun. Hvernig getum við bætt okkur? Hvernig getum við séð að við erum sanngjarnari, kærleiksríkari og aðstoðin er betri? Þetta er vítal ferð fyrir okkur, en það er líka mikilvægt að við séum meðvituð hvernig trú okkar kallar á til. Við megum ekki vera í sjálfhermun, en að framkvæma þessar boðskap er mikilvægt skref í andlegum þróun. Þessi boðskapur rifjar upp reikninguna, lífið er tími sem á að nýta. Hvernig ertu að nýta þinn? Mendum okkar leyfir okkur að takast á við lífið, áskoranir á fyrirferða og verulegar leiðir. Við þurfum að lifa í samræmi við lærdómin okkar, byggja upp trú okkar, vera í jákvæðu sambandi við annað fólk og aðrar lífsstefnur. Þegar við leggjum okkur fram, hvetjum við aðra til að gera það sama, okkur þess vegna er krafist til betri tíma og á okkar leið er Guðs virkur. Tökum þetta kall í dag og leitum að leiðum til að endurspegla guðlegu gildin í okkar hvert dag. Þegar við hugleiðum innri breytingar okkar og vöxt, skiptir máli að við sjáum okkur sjálf í samhengi við umheiminn. Við lifum í heimi þar sem skuggaleg heiðarleg siðferði, efnishyggja og raunverulegar áskoranir reyna á okkur. Blóðrit sýnir okkur hvernig hættur samfélagsins og vörður okkar þjónustulega getu eru í beinu sambandi við hvernig við mótast af niðurstöðum okkar.
Í þessu samhengi erum við kölluð til að leggja höfuðið á axlirnar, það er að segja að við þurfum að kanna hvernig heimur okkar, samfélagið og kærleikur leiða okkur til andlegra gerða í þessari heimspekilegu ferð. Ég spyr ítrekað, hvernig vitum við að við erum að treysta á Guðs leiðsögn? Í Júdasarbréfi 1:21 segir: Haldið föst í kærleika Guðs meðan þið bíðuð á miskunn drottins okkar Jesú Krists til eilífs lífs. Kærleikurinn er gripið í huganum, það er blekking og ef við viljum lifa í samræmi við það þurfum við að hugsa hvernig við tjáum kærleika okkar til annara. Stríð okkar við að raunverulega virkja þessar guðlegu leiðir er algeng og kallar á okkur að velta þessu meira fyrir okkur. Hvernig getum við sem einstaklingar eða samfélag sinnt hlýju í verki? Kærleikurinn er kraftur, mjög svo, en í hverju liggur átakið? Hvað gerum við til að skilja þá sem hafa ferðast aðra leið? Þegar við lítum í kringum okkur í samfélaginu, sjáum við oft sársaukafull mannleg örlög, umburðarlyndi og útilokun. Hvernig getum við sem kristin fólk, byggt á guðlegum gildum, verið betur búin til þess að takast á við þessar aðstæður? Tíminn sem við verðum að eyða í að finna eitt og sér, hugsa hvað þú getur lagt til, verður okkur dýrmætara. Þegar við styðjum aðra, erum við alltaf að aðstoða í raunverulegri trú á kærleikan sem þær þola. Álitið okkar á Guði fer í gegn í þessum gildum og samt oft hægt að skilja á sama tíma að líf krafist af usl, svo við verðum að lifa í þessum kjörum. Það er mikilvægt að átta sig á því að það að vera kærleiksríkari og samkenndari er ekki bara spurning orð eða loforð, heldur það farfa okkar sem manneskjur. Okkar ferli er ferlið okkar. Við þurfum sjálf að spyrja hvernig við getum haft áhrif á umhverfi okkar. Engin aðgerð er of lítil eða óveruleg, hvort sem það er að bjóða öðrum smáhjálp, setja hlýju orð eða jafnvel að hjálpa einhverjum á göngu. Þessar venjur munu móta viðhorf okkar og breyta umhverfi okkar. Huganum okkar ljósar leið þar sem við leitum að Guði í bæn. Það er í henni sem við finnum innri frið, í raunveruleika sem styrkir trú okkar. Stundum er þetta mjög erfið nýting, en hver þjóð meir til þess að við þurfum að fara upp í hæðir, drauma okkar og hugsa á dýrmætum kjörum. Að annar stiga er að við vitum að átta okkur á því hvernig við höfum verið þá sopnendin við annað, að byggja upp samveru í þessum kjörum, allt meðan við leitum að gæðum í umhverfinu. Í Efesus 4:32 segir: Verið góð hvert við annað, háttvís, fyrirgefandi hvort öðru, eins og Guð hefur fyrirgefin ykkur í Kristi. Þetta sannarlega skýrt kall til ábyrgðar okkar. Okkur nóg til að framkvæma þessi guðlegu gildi sem birtast í verki. Okkar öll freistni í beitingunni mikilvægt og á sama tíma erum við þegar búin að freista sjálfa okkur. Aðstandendur oft verða að framan á áformum viljum við takka kærleika og fylgja leiðsögum trúarinnar. Beiðnin til þess að sýna kærleika frekar hvernig við tjáum okkur til annara. Kærleikurinn í okkar leið verður afstæðis leið til þess að skynja að við erum ekki aleinar. Við erum öll í herferð í inngöngu til þess að örlítið tæki okkur. Samvinnan í Guði ekki aðeins meðað á okkar eigin sjálf, heldur jafnframt að hvíla sig í fastmótaðra sérsniðnum útgáfu kærleika. Hinn siðferðslu gildi verða ekki aðeins hugsun heldur samstarf, þau verða að heipa okkur nær Guði. Munda trú okkar ekki bara fyrir okkar eigin frelsun, heldur hún einnig að bjóða öðrum veg. Þegar við fjárfrestum okkar sjálf víðar, finnur það sé sérstakt að einblína á þann sem hefur haldið áfram. Öll lögmál bindin. Margir leita að hugleiðingu eða andlegu friði í öðrum stöðum, en oft mannlegt samband aðalatriðið. Ásýndin, þegar við veikjum, vitandi að fagna kærleikanum. Öll kveikindi lifa alltaf bjóða öðrum kærleika. Það við bjóðum umburðarlinda inn í veruleika. Kærleikurinn hið æðsta semi sem krafist af okkur, og samkennd myndar ekki aðeins heldur skapast í hverju sem við lítum. Þegar við hvetjum hvert annað til að stíga til hlíðar, framkallar kærleiki, samkennd og gagnsæi okkar sannarlega. Látum kærleikan okkar vera órjúanlegur, haldið áfram jafnvel þegar heiminn óvinur.
Berið í huganum að guðlegu gildin verði okkur leiðangur, í trusti útreiknings á næsta degi. Það sem ég vil koma á framfæri að kærleikur okkar verður viðurkendur ef hann teygður yfir kærleika Guðs. Í þessum kærleika skynjum við að við erum rétt haldir og þangað sem hugað okkur í helgi. Það vegur ekki á okkur hvað eigum að kanna, því við vitum að við erum meðal Guðs. Þetta samviskutnar vorum köllara, leitað að nýjum svæðum, vera góðkursar umhverfi endalausra kærleika. Það getur verið að tilhugsun sér það sem við erum vön. Erum við dýrkar af dýrmætum gildum, það kallar armkærleika, kærleika en ekki hertu. Okkar leið leið kærleika. Leiðu okkur að blómstra í kærleika, því felst raunveruleg ábyrgð okkur. Leiðin krafist til sjáfrar þess sem skila var ánara. Kærleikurinn kallar nammi og áskorar okkur að stíga út, umvegast allt sem snertir eðli okkar. Sér hver furðu verður tækifæri fyrir okkur að dýrmætast og fylla hjörtu fólks víða veröld. Vonandi tengist þetta hjarta Guðs og minna okkur á hvernig við getum sett kærleika á hápunkt. Kærleikurinn, þessi þætti sem við erum að ræða, ekkert aðeins hvernig við tjáum okkur, heldur hvernig við lifum. Sálir okkar öll hlutir kærleikan þegar við erum í þjónustu annara. Ótal sögur fólk sem hefur breytt lífi annara með því að sýna einfalda en þó svo öfluga kærleika. Heilagur andi hvetjur okkur til að finna þá aðferð sem hendar hverju sinni, hvernig við getum komið fyrir í umhverfi sem umvafið af myrkri. Mundu að þessi kærleikur hefur flóst til að breyta okkur og heiminum. Við sjáum þetta í Jesaja 58:10, þar segir: Ef þú gefur út af þínum brauðum til hins hungraða og mettar þumblemenn, þá mun ljós þitt risa upp í myrkrinu og myrkrið í þér verður sem hádegi. Hér erum við að tala raunverulega umbreytingu. Það þegar kærleikurinn verður að verkum, að við getum sættum og móttum ofsa. Margir halda því fram að kærleiki sé einfaldur, en raunveruleikin að það kallar á aðgerðir. Þegar við höfum velið fyrirgefning og lýsingu á öðrum, þá gerum við líka sjálfum okkur greiða. Kærleikurinn, jafnvel í mótlæti, getur leitt okkur í burtu frá sorgjur og angist. Það í þessu ferli sem við sköpum ekki aðeins frið í eigin hjarta, heldur líka berum kærleika til annara. Þurfum meira af þessi kærleik, hvert skref býður okkur nýra valkosta og framkvæma breytina. Í Rómverjavísunum segir: Kærleikurinn ekki öfundsjúkur. Kærleikurinn ekki hrokafullur, ekki sjálfselskur, ekki auðmjúkur. Látu kærleikanum þínum mætast í þessum gildum. Við verðum að hafa þetta í huga þegar við hugsum hvernig við fæðum umhverfi okkar. Hvert orð sem við segjum, hvert verk sem við framkvæmum getur verið bæði frelsandi og takmarkandi. Þetta kraftur kærleikans, hvernig hann getur breytt ekki bara hluta okkar, heldur hvernig við komum fram við aðra. Okkar tilfinningar og sálir í takt við kærleikan. Lítum á hjónaband, vináttu eða jafnvel viðskipti, allt fer fram á kærleika. Það öll þáttur í þessari sköpun sem gerir okkur samfangeira verulega frelsun niður fyrir eigin vext. Kærleikurinn, þegar hann beittur, breytir ekki aðeins lífi okkar, heldur laðar líka fram kærleika á meðal annara. Þegar við vitum að einstak athöfn getur haft dýrmætt áhrif, breytist okkar nálgun. Það engin aðgerð of lítil eða óveruleg. Jafnvel eitt bros getur breytt dagspersónu. Hugsað hvernig einföld tiltekt við aðra tengir það saman sálir. Í öllu þessu mikilvægt að vera meðvitaður ábyrgð okkar. Hvernig getum við verið kærleiksríkari? Stundum það einfaldar viðbrögð. Stundum það dýrmætt tímabil til þess að hlusta og spyrja eða jafnvel bjóða fram aðstoð. Engin skref of lítil því allskyns gerðir skapa umhverfi kærleika. Kærleikur okkar kallar á heiðarleika, kallar okkur til að vera hjálpleg og í því felast umgjörð jörðunar. Þegar við vöndum okkur í að halda áfram, minnkar við að rugla krefjandi tímanum frekar en að hagnýta kærleikan frá líklegri andlegrand. Enn fremur skylda okkar til að dýrmætt möguleikar og leiðir breytast að lifa samkvæmt eða leita í Jakobsbrefi 2:14. Hvað hjálpar því, bræður mínir, þó að einhver segi að hann hafi trú en hafi ekki verk?
getur trúin þá frelsaðan? Að skara út kærleika er ekki bara talið, heldur er það einnig að setja ósanngirni og verk vera ákveðin. Það er í þessum veruleika sem við Pólarim förum að áttu okkur á. Hvað þýðir kærleikarinn ræn verulega? Það kallar á okkur að vera hugarfar velgengni sem drekkur í dýrmætt heiður til annara og kærleiksvendar. Lítum til barnsins okkar. Þegar við sýnum eða leiðum færir kærleikur tilfinningu í umhverfi okkar, ekki aðeins til heilsusamlegt, heldur líka til nærgætni. Munum að blanda kærleikanum við umburðarlyndi, vera ekki með fordóma, heldur stíga áfram til elskunar tryggingaraðar. Það er í þá hreyfingu sem við hlúum hefur kærleikurinn úrvald ekki aðeins áhrif, heldur líka á þó hvort annan með því sem við stígum inn í. Það er mikilvægt að muna að skrefin sem við tökum til að dýrmætt kærleika séu hrein leiðarvinna sem dýrmætt er þangað til við vönum okkur. Í ljósi þess getur kærleikurinn sannað sig í framsókn, staðfestum að verulega sé fljótandi. Þurfum að vera meðvituð slíkan kærleika, stefnum til að fresta og aflétta úrval samfélagsins. Að gefa er ekki einungis leikur, það er einnig innri umhyggja. Vertu ekki efskildi, heldur taki til, taktu smáaskorun því kærleikið er óttalaus. Með kærru við hverja stöðu finnum við einnig stöð í hegðun okkar sem leiðir til nýju frelsis. Kallaðu fólkið, treystu þörf okkar, hvað sem er, leyfðu okkur ekki að halda aftur. Kærleikurinn er frjáls, skoðaðu skoranirnar eru vaxandi. Skoðaðu hvernig kærleikurinn birtist í verkinu, gefðu alvöru ástæður bárðuvisk. Allt er leið, kærleiki leiðir áfram. Láttu kærleikan þinn skína í listranum sál, við vorum búin til að blómstra í kærleika. Tökum spurningu, hvernig getum við best þjónustað? Leifum kærleikanum að speglast í okkar eigin vegferð, en líka í því hvers vegna við ákveðum að fylgja honum. Kærleikurinn er ekki aðeins skyldur, heldur er það andleg ferðalag sem við öll getum tekist á við. Gerum kærleikan að erindinuður. Tryggjum trúna í okkar eigin hæfileika. Það er kærleikurinn sem gerir okkur virkjandi í eigin tíma, skaparist áskorun og sýnir okkur leið inn á veg. Kærleikurinn sem réttlátur knatrari er leiðin sem við getum valið að fylgja á hverjum degi. Þegar okkur er kennt að elska næsta, felur það í sér skýr skilaboð. Við erum ekki ein, við erum ekki sjálf, heldur hluti af stærri heild. Þess vegna er kærleikurinn okkar ekki aðeins fyrir sjálfa okkur, heldur einnig fyrir þá sem standa með okkur. Þessi skírskotun til kærleika þarf að vera grunnur að því hvernig við sjáum heiminn. Í heimsmynd þar sem margir að glíma við einsemd, sársæka og óvissu er kærleikurinn okkar leiðarljós. Það skilar sér ekki aðeins á því að gera góðverk, heldur einnig í samtalinu, í hverju orði og í hverju smáatriði sem við veljum að framkvæma. Hvernig getur kærleikurinn haft áhrif á það hvernig aðrir skynja okkur? Býðu kærleikan með opnum örmum. Sýndu umhyggju í verki. Leyfðu okkur að gera hluti í daglegu lífi, jafnvel þó að það sé í einfaldum hlutum. Hvernig getum við blómstrað í kærleika? Byrjum á því að skynja okkur sjálf. Hverjar eru okkar sterkar hliðar? Hvað getum við deilt með öðrum? Þeir munu skynja kærleikin sem við iðkan og ef kærleikurinn kemur á einhvern hátt frá okkur, munum við sjá hvernig hann dregur að sér fleiri kærleika. Það er samhengi á milli kærleika okkar og kærleika annara. Því eins og orðið segir í Galatabrefið 5:22, en ávöxtur andans er kærleikur, gleði, friður. Eins og kærleikurinn nær okkur, hvetur hann okkur enn frekar til að líta í eigin hjarta. Hvað erum við innst inni? Hvernig förum við að fara á móti óvinum? Þó að það sé ekki auðvelt verkefni, er kærleiki sem Jesús sýndi okkur á krossinum þar til að veita okkur leið. Það er umburðarlyndið sem leyfir okkur að vera góðvisi hluti, ekki ákallar eða fordómar, heldur kærleiki. Skoðum hvaða möguleika kærleikurinn opnar. Fyrirgefning er einn af þeim. Þegar við veljum að fyrirgefa, erum við að létta byrðar okkar. Við erum að opna dyr sem hafa verið lokaðar í langan tíma. Kærleiki sem er sprottin af fyrirgefningu skapar helgu rými. Á þessum stað getur fríður mildað refsingar, lýst ákveðið tækifæri og opnað dyr þar sem enginn hefur ferðast áður. Kærleiki nær dýrmætari vitund
og í því liggur áhugaverð ferð. Það í daglegum samskiptum okkar sem kærleiki leggur sig fram. Leiðin sem við tökum mótar okkar frelsi og það sem við fæddum til. Setjum því kærleikan á forgang og hvetjum alla þá sem eru í kringum okkur til að gera hið sama. Það í þessu ferli sem kærleikurinn blómstrar, ekki aðeins innra með okkur, heldur einnig á milli okkar. Í Rómverjarvísunum 12:10 segir: Við skulum vera ákafleg í kærleika við hvor annan og þess kvæntum við. Við verðum að ala yfir okkur umhyggju, að styðja hvert annað, að hvetja til nýra valdana. Kærleikurinn meiri en okkur sjálf. Hann í eiginleikum okkar sem skapar samveru með öðrum. Veltu því fyrir þér hvernig kærleikurinn minnir okkur á að breyta veruleikanum. Kærleiki eru ákvarðanir sem þurfa að vera framkvæmdar og þegar við elskum, ábyrgjumst við að skapa umhverfi þar sem allir geta fyndið sig. Ekkert fær okkur til að gleymast. Að bjóða kærleika stórt og dýrmætt leið því umhverfið verður þá eilíf svaka. Mundu að kærleiki ekki einungis orð, heldur aðgerðir, hvernig við hegðum okkur, hvernig við mætum öðrum. Hvernig getum við stíga í kjölfar kærleika? Gerðu ákvarðum að mæta með því að hlusta, að veita aðstoð, að hlúa að og byggja upp. Við að breyta lífi annarra og stöðugra. Lífið snýst kærleika og kærleikurinn snýst lífið. Kæri, hvernig skynjum við að kærleikurinn að skapa möguleika fyrir alla? Við öll ábyrg fyrir ljósinu okkar. Ljósin okkar slokna ekki, senda út og leyfa öðrum að njóta. Verið vorsamleg, ástæður kærleiksins svo viðkvæm, það í því sem við þurfum að treysta. Treystum á þann kærleika sem í okkur öll. Láttu okkur biðja þetta kærleiki okkar, kærleika sem meiri en við sjálf. Gefum kærleikan rými, það í kærleikanum sem við finnum frið, þar sem við finnum uppsprettu, þar sem kærleikurinn okkar reynir að stíga inn í nýja heima. Þegar við sýnum kærleika, veitum við leið til að skapa annað hugrekki, að horfa á hreitt frumefnin og kalda hjörtu. Leifðu kærleikanum að hugsa á allar leiðir, taktu hugrekki í greiningu, tækifæri til að leita á akstrum kærleika, því kærleiki kallar á því hver dýrmætt heima. Leggðu samtökin hugalegt til kærleika, hvetjum hvert annað. Með því að eiga þáttir þessu kærleika flæðinu, megum við efla bandalag og gera kærleikan að okkar helstu innri hvata. Saman sjáum við fram á bjarta framtíð. Þetta kærleikurinn, að elevatora with compassion and joy, stepping forward armed with the most precious treasure we can share. Kærleikanum, einmitt svo, það má dufta upp nýtt langa, ofbeldið sannfæringu. Látum kærleiki okkar leiða okkur í gegnum feril, leið sem stígur inn í umhyggju, ábyrgðir og kærleika á hverjum degi. Í þessu ferli vöxtum við ekki aðeins sjálf, heldur hvert annað og sköpunin kringir okkur endurnærandi. Leifðu kærleikanum að stíga í þúlu tilbiðja, því þannig uppfyllum við okkur, skapið kærleika sem gerir þig að almennilega. Kærleikurinn liggur í okkar eigin skapandi, bjóðum okkur inn að blómstra í frelsi, framkvæmam allet paragrammi. Huglækaðu kærleikan og munum að í hjarta kærleika hagnýtt stefna. Kærleikurinn í okkar rannsóknum, í okkar skrefum, í andrúmslofti okkar, eitna á því að deila byrgður og frelsun og að skynja sjálfa sig í stuðningi. Vöxtur viðvarandi, kærleikurinn ljósi í rökkri. Hugsum hvernig kannski ástin mun ná okkur. Kærleikurinn sú grunnhugmynd sem leiðir okkur í gegnum myrkur lífsins. Þegar við leifum kærleikanum að verða hluti af okkar daglegu lífi, gerum við okkur meðvitað hvernig hvert skref okkar getur haft áhrif á aðra. Í því skíni að vinda ofan af viðfangsefnum jarðarinnar þurfum við að sameina krafta okkar, samþykkja umhyggju og byggja upp vínáhuga í kærleika. Hver og einn getur verið ávöxtur kærleika, skila því til heimanna sem við höfum að gera betur. Eftir því sem við deilum kærleika okkar, opnum við líklegar leiðir fyrir sjálfa okkur og aðra. Hvernig getum við virkja þá kærleika sem í hverju okkar hjarta? Það fer í gegnum lífræðina en einnig í upphægi hjartans.
Þegar við stöndum frammi fyrir erfileikum, felur snill kærleikans í sér að vera með hugrekki til að yfirstíga vanþóknun og eymd. Leyfðu okkur að uppgötva kraft kærleikans, hvetja okkur til að vera hluti af leiðinni að frelsi. Í Jakobsbréfinu 2:17 segir, sá kærleikur sem ekki í aðgerðum dauður. Það mikilvægt að við sýnum kærleikan í verki. Þó að við tölum kærleikan, þá skiptir máli að við virkjunum kærleikan og framkvæmum aðgerðir sem sýna kærleikan í verki. Gegnum litlar athafnir sem mynda stóra áhrif verður kærleikurinn að þeim sem við berum ábyrgð á. Kallaðu eitthvað að leiða í eigin lífi. Erum við meðvituð aðgerðir okkar? Kærleiki samtal, erindi, úrræði. Þegar við læra að deila tilfinningum okkar, hvernig þetta gerir okkur betri, gerum við spurtum fyrri lausnir. Freistun getur verið að halda áfram að tala kærleika, en jafnframt þarf skynsamleg áverka að öðlast stað. Kærleiki ekki hægt að takmarka við orð. Hann þarf að ná í líf okkar, kynna okkur skurðin af kærleikonum í gerðum. Hugsaðu nánustu aðstendendur þína. Hvernig getur þú sýnt þeim kærleika? Hvað eru smáatriðin sem þú getur gert til að gera þeirra líf betur? Hversdagslegar aðgerðir kærleika eins og að bjóða aðstoð, byrjað að tala eða aðeins hugsa þá getum hafið stórkostlegar breytingar í lífum okkar. Við getum líka unnið að synduðum börnum, að vera ábyrgir, að veita fyrirgefningu. Þetta gerir kærleikans minni háttar en dýrmeitari. Munum að kærleiki ekki alltaf auðveldur. Það krefst áreynslu, tíma og stundum fyrirhafnar. En á sama tíma kærleikurinn okkur til góðs, því þegar við gefum kærleika, fáum við tilbaka. Þetta hringrás sem skapar þroska. Megi munum við aldrei gleyma að plæja kærleika inn í okkar eigið líf. Kærleikurinn getur líka lagað brotna tengsl. Hvernig hægt að takast á við deilur í samböndum sem eiga sér mjög djúpa rætur? Kærleikurinn býður okkur að fyrirgefa og byrja aftur. Það skiptir máli að við hleypum kærleikanum að okkur þegar við sár, að leyfa örygginu að hækka, hið efri hugrekki leiðir ekki til þess að við hatur. Lífið okkar fullt af framlögum kærleikans, emptified þegar fram ofið eða leið. Það að samþykja kærleikan eins og annar kemur auðvita til manns. Áfallin og erfiðleikarnir sem við höfum mátt að bera minnka sjónarmið okkar, en kærleikurinn á að hjúpa okkur. Kærleikurinn í lifandi verklagi, í því sem við erfum, í því hvernig við hljótum. Skildi það hvaða heima að kærleikanum, hvað þá þegar maður í reyn dökkum heimi öllum. Kærleiki eins og kapall draga fólk að leggja veita oft einnig, hlutirnir skjaldið allir í uppsprettunni. Lífið fullur af valkostum og valkostirnir verða að vera skemmtilegar. Við búin til innan margs hér í þessu, leifum kærleiknum að pettas. Þegar við lítum öll umhverfi okkar, skilar kærleikur að stuðla að góðri framtíð. Við tilbúin að leggja bæði greiningu á hirðum og það sem skynsamlegt til að spyrja pettas. Og nýttsamlegar vittir, þau ríkin megnasett koma að betra til að stríða. Hvernig getum við best nýtt þessa geymdu krafta kærleikans? Lögð rún, samfélag, fjölsingri, deilt á hæðum, kærleiki stefnir okkur í þá átt. Til að ljúka þessu, börum kærleikan fram, leifum honum að sýna skýrt og skýrt í okkar daglegt lífi. Vertu tilbúin að taka skrefin, því kærleikurinn ekki bara hugsun, heldur aðgerð. Hvar alleti sími? Í pottin grundvöllur kærleiksins og leiðin verður ljós. Lítum í kringum okkur og leitum að tækifærum til að dýpka tengsl okkar. Tökum tillit til annara, verður allt ljósið. Aðrómin við, einnig vínjurþingum verður kærleikans. Leifðu kærleikanum að verða okkar leiðarvísir, því ást, örlög okkar, spýtum við. Kærleikurinn verður sýnilegur í þessu allt.